Við ætlum að vera löngu búin að skipta yfir á Bessastaði en það virðist hafa verið að dragast eitthvað hér fram eftir degi. Þannig að við höldum nú bara okkar dagskrá og það er náttúrulega ýmislegt annað að ræða en flokkapólitíkin og stjórnarmyndanir og kannski margt sem alveg jafn áhugavert í því efni. Andrés Magnússon læknir hérna. Þú komst nú í þáttinn á mér, Andrés, hér fyrir mörgum mánuðum. Það var í síðastliðinn vetur og ég man að það sem þú varst að segja þar, við vorum annars vegar að tala um vexti á Íslandi en þú varst líka að tala um skuldsetningu þjóðarinnar og eignir á móti því. Ég man að þetta vakti mjög hörð viðbrögð og menn voru að tala um hvað ég væri geggjaður að vera að fá lækna í þáttinn til að tala um svona mál en það er reyndar reynst vera satt margt af því sem þú varst að segja á þessum tíma það að skuldirnar voru miklu meiri en eignirnar ólíkt því sem var haldið að þjóðinni. Já, þetta var í febrúar í fyrra. Það var nú bara þannig að ég hafði nú verið að skrifa peningamál í nokkur ár en í blöðin en svo sá ég að Davíð Oddsson kom í sjónvarpsfréttum, kvöldfréttum svona síðsumars eða haust 2007 og sagði nú væri útrásin afblásin í bílinn því að skuldir væri meira en eignir erlendis. Skuldir meira en eignir? Hvað, er þetta bara plat með útrásina? Nú verður aldeilis fjölmiðlastormur á morgun og hlakkaði til og vaknaði snemma og náði fréttablaðið. Þetta var ekki á forsíðunni, ekki á baksíðunni, hvergi í blaðinu, heldur ekki á forsíðu Morgunblaðsins eða neinstæðir Morgunblaðinu, ekki minnst á þetta í fréttum, hvorki útvarpi eða sjónvarpi eða Stöð 2 neinstæðar. Þannig að þá fór ég bara að hætta að taka mark á íslensku fjölmiðlunum sem eru í eigu, voru þá enn í eigu auðmanna og fór bara að skoða heimasíðu Seðlabankans og fór inn á hagtölur, hringdi upplýsingafulltrúa Seðlabankans og sá þá hvernig staðan var í raun og veru. Það var að segja, rétt fyrir fall bankana var það samkvæmt Seðlabankanum voru skuldir þeirra umfram eignir 2000 milljarðir. Ég var svo heppinn að tala Bjarna Ármannsinni og spurja hann hvernig þeir geta sagt að eiginfjárstaða bankana sé pluss 1000 milljarðir en Seðlabankinn og Hagstofan sem segir að sé mínus 2000 milljarðir. Munurinn er sem sé goodwill eða viðskiptavild. Það var viðskiptavild? Já, viðskiptavild og aðra óefnislegar eignir. Já. Og ég var líka að tala við framkvæmdastjóra mjög stórs lífeyrissjóðs hér og spurja hvernig stæði því að þeir verða að kaupa eignir hér á Íslandi þegar þessar tölur lágu fyrir. Hann sagði, við sáum bara að endurskoðandi voru búin að skrifa upp á þessar reikninga og ég vissi ekki, sagði þessi maður, að það var búið að breyta reglum hvernig viðskiptavild væri færið. Ég er reyndar með dásamlega tölur heima eitt stærsta eignarhaldsfélagið munin á þessar, hvernig þær eru bókfærðar og ég mun birta þetta á netinu núna sennilega í vikunni, hvernig viðskiptavildin er bókfærð og það eru ótrúlegar tölur sem eru bókfærðar sem viðskiptavild. Það var slakað á þessu öllu saman, þú getur bara smurt á viðskiptavild nánast eftir hjartans list. En sem sé ég var sem sé að hugsa hvaða ráð eru til þess að komast út úr kreppu. Já, við ætlum að tala það er svona erindýtingar. 7 óbrigðum ráð til þess að afstýra kreppu á Íslandi. Og þá þurfum við náttúrulega að horfa á skuldirnar fyrst, Já, einmitt, hver er staðan? Fólk þolir ekki óvissu, fólk getur þolað mjög slæm tíðindi en að bíða og vita ekki hvernig staðan er, það er ofsalega erfitt. En nú er búið að segja okkur að skuldir ríkissjóðs eru 2400 milljarðir og hvað þýðir þessi tala? Við erum að setja inn eitthvað samhengi. Það var ágætt grein sænsku bankakreppuna 1990 í Mannlífundaginn og þar stendur að ríkisstjórnin þar þurfti að taka 1800 milljarði í lán til þess að vinna sig út úr þeirri kreppu sem sé 1800 íslenska krónur framreiknar núvirði. Þannig að við erum að tala um nánast sömu upphæð á Íslandi og í Svíþjóð, landi sem er með 25 sinnum fleiri íbúa. Og líka finnska efnahagskreppan djúpa 1990, þar hef ég allavega lesið það að lánsfjárþörfin var 60% af vergri landsframleiðslu. En við erum komnir yfir 200%. Þannig að þetta er mjög djúp kreppa. Og hvað er til ráðað? Ég er búin að vera á mörgum fundum á dögunum og það er alltaf spurt, hvað getum við gert? Hvernig eigum við að bregðast við? Það er aldrei spurt, er ekki hægt að láta það borga sem að skuldina eiga? Það er svona kjarnin í því sem þú ert að reyna að segja að þeir sem að stofna til skuldana eiga að borga. Og þá fólk segir það er ekkert hægt og það er þessi 7 ráð og ég bara benda á það að almenningur er ekki borgunarmaður. Það er mjög erfitt hjá almenningi, erfið lán, lítil vinna, margar að bresta fyrir ál og þorsk og svo framvegis. Fyrir utan að almenningur stofnaði ekki til þessar skuldir.
En það mikill peningur hjá auðmönnum, til dæmis var einn eigandum Kaupþings að fara fram á að fá greitt 188 milljarðar í gjaldeyrisskiptasamninga. Þannig að þar eru peningarnir. Og hvernig við þá fara að ná þeim? Og það þessi 7 ráð. Og fyrsta ráðið þá sem sé að sækja þetta eftir lögum. Við megum halda áfram á eftir, en það blaðamannafundur á Bessastöðum, en við skulum halda áfram á eftir, ég ætla ekki að missa þig, Andrés. Andrés Magnússon læknir, við vorum hér í miðjum klíðum, við ætlum að fara yfir það sem að þú nefnir 7 óblíðuráð ráð til að afstýra kreppu á Íslandi og það felst eiginlega í því að almenningur sé ekki látinn borga skuldir þjóðarinnar, heldur séu peningarnir sóttir til þeirra sem að komu þjóðinni á þennan stað. Og við skulum bara fara þá í gegnum þetta lið fyrir lið. Já. Það var sem sé fyrsti punktur, þó svo að neytendalöggjöf sé mjög ábótavant á Íslandi og miklu frumstæðari heldur en löndunum í kring, að þá eru samt brotin svo áberandi og mikil að það samt hægt að sækja auðmennina til saka og reka mál fyrir dómstólum. Sérstaklega þetta erfitt, þeir steytast stundum báðum við búðarborðið, til dæmis lífeyrissjóðum í vörslu banka, þeim ráðlagt að taka skortstöðu með íslensku krónu, veðja á að munu styrkjast. En bankinn sjálfur kannski tekur algjörlega aðra afstöðu og setur allt sitt í skortstöðu á móti íslensku krónunni. Það komið ljós til dæmis í Kaupþingi, þeir sem hefðu veðjað á að krónan myndi veikjast, það voru eigendur bankana sem hljóta vita miklu meira raunverulega stöðu mála, heldur en þeir sem eru kannski fjármálaráðgjöf hjá þeim eða Jón Jónsson út í bæ. Þannig að þeir hafa miklu meiri upplýsingar og alla forsendur þess að græða á þessum gjaldeyrisskiptasamningum og það eru gífurlegir fjármunir. Sá maður sem átti bara 1/7 af gjaldeyrisskiptasamningunum í Kaupþingi, hann fer fram að fá greitt 188 milljarði. Ef þú margfaldar það með 7 þá erum við að tala yfir 1000 milljarði. Og það líka til dæmis eigendur banka, stofna fyrirtæki, blása upp hlutabréfaverðið og selja síðan lífeyrissjóðum í vörslu bankans skuldabréf úr þessum sem eigin fyrirtækjum. Þetta allt saman ólöglegt. Og þú samfærður að það nái lög yfir þetta, þannig að það yfir þetta sækja þetta fjármagn með það sem eftir af því. Ég veit að íslensk lög eru mjög gott, en ég veit að þessi brot eru samt svo áberandi og mikil að ég samfærður að það sé hægt að vinna mörg mál fyrir dómstólum. Atriði númer 2, það snýr meira neytendalöggjöf og því sem að fólk getur gert. Já, til dæmis í olíusamráðsmálinu, það tók sig ekki fyrir einstaka bíleigendur að fara í mál vegna þess að þeir gátu ekki slegið sér saman. Neytendalöggjöfin þannig á Íslandi. En erlendis þá geta menn annað farið í sameiginlegt mál eða menn verið jafnvel sjálfkrafa aðilar að máli ef þeir hafa orðið fyrir sama broti á hendur fyrirtækisins. Og það má koma þannig löggjöf á Íslandi, þá geta miklu fleiri farið í mál. Til dæmis allir þeir sem var látið að kaupa hlutabréf í Kaupþingi rétt fyrir fall, þessi menn sem voru í ráðgjafa þjónustu, þetta átti þeir að segja frá því að bankinn væri stæði illa, helst að senda frá sér afkomuviðvörun og vegna þess að það þýðir ekki að reka þetta eitthvað eitt mál, það þarf að fara í ganga alls konar samhliða mála, það þarf að vinna þetta á mörgum frontum og ríkisstjórnin þarf að sjá það þarf að fjölga, tífalda fólkin í efnahagsbrotadeildinni og svo framvegis. Þannig að það myndi auka þrýstinginn. Allt í lagi, já, ok, þriðja atriðið. Þriðja atriðið það að það þessi peningur fór úr vasa almennings til auðmanna gegnum ríkisvaldi og það gegnum ríkisvaldi sem við getum náð þessum peningum aftur og til dæmis í gamla daga þegar Grikkir voru að setja lög þá sögðu þeir alltaf, þeir eru búin að setjast niður og vera sammála um lögin, þá sögðu þeir fólkinu lögin komið frá Guði og það mætti Íslendingar haldi þetta ennþá að lögin séu klöppuð í stein en lög ekkert annað en að setja í orð það sem endurspeglar réttlætiskennd þjóðar. Við erum svolítið föst í svona þröngum lagatúlkunum. Já, sjáðu, fólk sem læri lögfræði erlendis, það er ekki að læra lagabókstafinn og muna utan að lög. Í góðum háskólum verið að kenna í hvað finnst þér? Finnst þér þetta endurspegla það sem við ætlum að ná fram með lögunum? Hvað finnst þér vanta til þess að koma á réttlæti í þjóðfélaginu? Og svo framvegis, hvernig vilt þú hafa lögin er umræðan? Og það er með þetta nú, það er alveg ný aðstæða, þetta er alveg nýtt að almenningur eigi að borga skuldir auðmanna og þetta er ný aðstæða, við þurfum ný lög, við þurfum neyðarlög. Þessu lög getur hljóma til dæmis einhvern veginn eins og, fyrsta lagi að fyrningarfrestur lengist
og ef almenningur kemst í það aðstöðu að hann þurfi að greiða skuldir annarra og þetta upphæð sem fer yfir kannski helminga landsframleiðslu eða eitthvað svoleiðis, þá útleysi það ákveðin réttindi þeirra sem eiga að greiða, til dæmis afléttist bankaleynd og allar færslur sem átt að hafa sér stað undanfarin 2 eða 3 ár sem ljóst hefði mátt vera að ýkja greiðslubyrði almennings, þær verða látt að ganga tilbaka og svo framvegis. Þetta var allt platfjármagn, þetta var hvort sem bara lánum sem var dælt inn og það þarf að ná þessu tilbaka.